Þetta er sem sagt Lego dagsins. Þetta myndi vera orrusturskipið Potemkin eða eitthvað svoleiðis. Þetta eru 1.000.000 kubbár. Ég tekki þetta strax að það eru svona raftæki í þessu. Hvað þetta gerir veit ég ekki. Kannski keyrir þetta. Það væri áhugavert. Hundum okkur í þetta. Ég er að gera þetta eins öðruvísi og setja hérna eitthvað af kubbónum í þessa skálar hérna. Ég tek eftir að þetta er svolítið ábærandi öðruvísi skrítin kubbur. Pælisáttir. Og hafa þessa hérna bara í pókunum í smástundu viðbót. Það er sko nóg og óvenjulegum kubbum með þessu. Þetta er hérna fallbyssu kubburinn. Sér fyrir þetta held ég. Lego er ekki með svona. Ég er komin á 3. blaðsíðu teikningunni og þetta hérna fyrirbæri inniheldur ennþá fleiri kubba heldur sem við dregarnir sinni við villum. Og þessu er ekki högg á vatni, sér þetta. Þetta er ennþá hérna. Ég er svona bara að opna helmingina þessu. Þetta átti að vera eitthvað magnað. Hér þetta hérna dæmi, ég veist að vera einhver ljós, ég held að þessi oftakinn. Það er svona rafluður í þetta vegna þess að ég sé þetta ekki gera neinar hundakonstir, þannig að gott að vera eitthvað að lýsa sjó hérna. Já, uppkvæmlegt fægir póar hérna. Þetta er, með að þetta er kasi, þá er ekki svo hræðilega kubbar. Fyrir utan þetta rafmagnsatriði hérna. Sem að eru ljós sem að lýsa inn í þetta. Ég botna ekkert í þessu. Jæja, þetta kemur allt í ljós. Eða þannig. Já, stundum blasir það við að þetta er ekki alveg hæsta gæðastandardi. Svo. Það eru svo margar fallbyssur á þessu að fara að minna óþyrmilega á brotgöld. Og þetta ljósasjó sem á að vera inn í þessu, það gengur eiginlega ekki alveg upp, sýnist mér. Ekki pláss fyrir það. Þetta er eitthvað sem það þarf að athugast á eftir. Spennandi. Og taka svo langan tíma að það byrja að vera dimmt úti. Hlutið er svo líka að ég get ekki verið á gólfinu mjög langan tíma í einu. En sjá stærðina á þessu. Og ég er búinn að finna út úr þessu rafmagnsdæmi. Þetta ávíst ekki að vera inni. Þetta er bara eitthvað svona, tekníkin er bara ekki betra en þetta. Það er svolítið klaufalega þessi tekník, sagði þið. Þetta er massíft þetta drasleita maður. Ég held ég haldi bara áfram með þetta morgun sko. Þetta er, já. Þetta eru 1300 stykki sko. Það er, ég er enda búinn að opna alla pókan núna loksins. Þetta er reyndar þýðir ekki að sjá fyrir endan á því. En, Jæja, höldum áfram með þetta. Dagur 2. Það er ágætis gluggaviður. Tíminn sem fyrir þetta er aðalega í það að hræra og leita að svona litlum einingum eins og þessu og öðru svipuðu. Annars myndi þetta ekki taka svo langa tíma. Komið svona langt. Höldum áfram. Búin að vera í svona allavega 20 mínútur og við komum með þessi svona starfóslega útlitandi fyrirbæri. Hvað er þetta eiginlega? Sjá hvernig sumir kubbarnir eru merktir framleiðandi en aðrir ekki. Merkilegt. Kannski er það bara ég eða þetta hérna minnir mig alveg rosalega mikið á hérna Nostromo úr Aliens. Séðu ekki fríkur? Ja, þarna er þetta setup eins og þetta á að vera sagt tilkomið hátt. Lítur út svo miðald að kasta með einhverjum mega loftnautum. Ætla nú að CNN með þessu. Hérna sjáum við hvað svona hágæða Lego kubbar þetta eru. Þetta fellur alveg gífurlega vel saman. Og hlutirnir eru líka svona beinir. Ég skil ekki á hverju þetta var ekki fyrst í teikningunum því þetta er botninn. Það er líka meira en að segja að koma þessu saman. Hluti af því er að það voru lítill sjáanlegur munur á löngum kubbum og
ekstra lungu kubbum og svo kubbum sem eru eitthvað aðeins styttri en þetta. Það er nóg af þeim. En alltaf þetta skríður saman. Og þetta eru ekkert búin að, þetta eru lélugu kubbarnir sko. Kubbarnir yfirbyggingun er alltaf lægi, þessir eru ferlegir. Það er merkilega kúnstöð að setja þið hérna dót saman. Það ætlar enga veginn. Það kemur sko svona einhvern veginn og þetta er alltaf að detta í sundur og mér sýnst það er líka kolvettur sett saman hérna á bátnum. Eitthvað er rangt við þetta. Sjáum við stærðina á þessu dóti maður. Þetta er endalaust. Wow. Ég hef nú rökstutt að grunum að það mætti nú alveg vera aðeins færri kubbar í þessu. Og já, sumt að þessu ekki alveg gert þess að hluturinn loði sem best saman. Er ekki alveg, kannski var eitthvað tölvuforrit sem þið notuðu þetta eða hvort það eru einhver staðar nýri einhvern kjallara fjölmargir kímverur að dunda sig við að finna upp svona lagað. Það var ekkert ólíklegt reyndar. Þeir eru einhvern veginn þannig, finnst mér. Eitthvað segir mér að þetta muni aldrei fljóta. Eða hvað, það flýtur allar ekki mjög vel, það er engin botn á þessu. Aldrei þetta er fyrir löngu orðið umfangsmesti Lego hlutur sem ég bara nokkuð tímann komið til þær við. Til næsta skref er ekki Lego Titanic eins og hérna pjésin hérna í Reykjavík var smíðað. Bara eftir kímverunum að smíða eitthvað svoleiðis. Sjá þetta. Þetta sé ég held að þetta sé. Sögulega nákvæmni maður. Awesome. Auðvitað verður þetta alltaf að vera merkt gamla þýska sósíalistaflokknum sem hafði náttúrulega aðgang að svona líka frábærum Huey-þyrlum. Er ekki Super Puma. Þetta er einhver amerísk þyrla. Hátæknilegir þessi nasistar alla tíð. Það voru hérna alls konar mekanískir hlutar. Hjól, skrúur. Allt hákja eins og söguna. Litirnir eru allir nákvæmlega eins, blátt og gult og maður velti fyrir hvort maður á að nenni að setja þetta í. Það er ekki alltaf verið þekkt að vera að setja þetta rétt saman, viljandi. Hvað það? Sjá hvernig þetta verkar. Þetta er svo svona einhver stýrismaskína sýnir mér. Þetta ferðast þetta svona til hliðar. Það er stórmerkilegt. Þetta hérna er magnað. Þetta var eitthvað ómerkilegt mekkanum sem ég var að fá og svo er þetta hérna fullt af einhverjum hreyfanlegum pörtum og dóttir í sko. Helgina velbjónaður. Bara svo einhver tannhjól á þessu. Og hérna dóttir líka alveg svakalega impressið. Stýri. Þetta er magnað. Og þetta er bátur. Wow, tækni. Já, þetta eru allir kubbarnir sem gengu af. Þetta er góma. Og þessi bátur er engin smásmið, þetta er 80 metrar á lengd. Og þetta hérna er sniðugasti parturinn, þegar maður nýtur þessu stað þá hreyfist þetta. Tæknilegt. Já, og til þess að gefa til kynna hversu stórt þetta fleki er þá þannig að maður náttúrulega bara notast við þrýstars stórt, risastórt, magnað. Nú bara spurning hvar ég á að koma þessu fyrir. Hvað setur maður eitthvað svona stórt? Gluggakistu? Hafa þetta bara á gólfinu, tekur svo vel út þarna.